Góðan daginn, ég set hér 32. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 50. 30. janúar 2025 og hófst hann klukkan 5. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Haukur Garðarsson, Hrafnhildur Halldórsdóttir sem hér stendur, Heiðrún Höskuldsdóttir og hann Kristján Hildbrandsson og hér er Jakob Björgvin Jakobsson sem bæjarstjóri, Þór Örn Jónsson, Jónsindri Emilsson sem stýrir útsendingu og Gyða Steinsdóttir sem heitir fundagerð. Býð ykkur velkomna fundinn og það bera hér tillögu að eftirfarandi mál verði tekið inn á dagskrá fundarins með afbrigðum. Það er mál 24.06.026, Þorrablót 2025, mál 25.01.015, samþykkt fyrir byggðasamlag rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga og mál 24.02.027, lóðarumsókn í Víkurhverfi. Hverjir eru samþykkið því að þetta sé tekið með afbrigðum? Og það er samþykkt samhliða. Þessi mál fara inn sem mál nr. 11 til 13 á dagskrá fundarins en á þessum fundi eru samtals 15 mál. Svo við skulum bara fara að byrja. Fyrsta mál á dagskrá er fundagerð skipulagsnefndar frá 27. fundar nefndarinnar. Þetta er lagt fram til kynningar og orðið er laust undir lið 1. Enginn kveður sér ljós. Liðið 2, fundagerð 7. fundar ungmennaráðs, lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Liðið 3, fundagerð 29. fundar bæjarráðs sem er lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér ljós. Liðið 4, samningu við Snæfell. Hér er lögð fram drög að uppfærðum samstarfssamningi við ungmennafélagið Snæfell. Æskulýðs- og íþróttanefnd tók samninginn til umfjöllunar á 4. fundi sínum. Nefndin tók vel í samninginn og hvatti til þess að hann yrði kláraður sem fyrst. Og bæjarráð samþykkti á 29. fundi sínum tilfærslu framlags milli ára vegna mötuneytis og samþykkti að vísa samningsdrögum með áorðnum breytingum til bæjarstjórnar. Orðið er laust undir lið 4. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir nýjan samstarfssamning milli sveitarfélagsins Stykkishólms og aðalstjórnar ungmennafélagsins Snæfells eflingu íþróttastarfs í sveitarfélaginu og felur bæjarstjóra fullnaðarumboð til frágangs og undirritunar samningsins. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 5, undanþágulisti vegna verkfalla. Hér er lagður fram undanþágulisti fyrir sveitarfélagið Stykkishólms vegna verkfalla. Bæjarráð samþykkti á 29. fundi sínum undanþágulista fyrir sveitarfélagið Stykkishólms vegna verkfalla og lagði til við bæjarstjórna samþykkjan. Orðið er laust undir lið 5. Bæjarstjórn samþykkir framlagðan undanþágulista fyrir sveitarfélagið Stykkishólms vegna verkfalla. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 6, breyting á samþykktum gatnagerðargjald, lóðargjald og fleiri í sveitarfélagið Stykkishólmi. Hér er lögð fram breytingatala til að á samþykktum gatnagerðargjald og lóðargjald og fleiri í sveitarfélagið Stykkishólmi. Bæjarráð lagði á 29. fundi sínum til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að breytingu og samþykkt gatnagerðargjald, lóðargjald og fleiri í sveitarfélagið Stykkishólmi. Orðið er laust undir lið 6. Bæjarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 7, beiðni staðfestingu, Reitarvegur 10. Hér er lögð fram beiðni frá skipaverk þar sem óskað er eftir staðfestingu sveitarfélagsins á túlkun sveitarfélagsins á deiliskipulagsskilmálum við Reitarveg, þannig að hægt sé að reiðja úr vegi fyrirvörum eða kvöðum samkvæmt fyrirliggjandi kaupsamningi. Nánar tiltekið er óskað eftir staðfestingu sveitarfélagsins á því að lóðmerkt þ.v. á deiliskipulagi, Reitarvegur 10 samkvæmt deiliskipulagi, verði úthlutað eiganda núverandi Reitarvegar 10, eða Kristjánsborg, gegn því skilyrði að húsið Reitarvegur 10, eða Kristjánsborg,
sem 152 fermetra bárujársklætt timburhús og samkvæmt fasteignamati var byggt árið 1958 verði rifið og lóðin sem það stendur á renni til sveitarfélagsins. Bæjarráð staðfesti á 29. fundi sínum að eigandi Kristjánsborgar samkvæmt kaupsamningi fái lóð merkta þ.v.a. á deiliskipulagi eða Reykjavík 10 samkvæmt deiliskipulagi með því skilyrði að uppbygging á lóðinni hefjist innan 24 mánaða. Á öðrum kosti fellur lóðin til sveitarfélagsins nema annað verði samið. Bæjarráð vísaði afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 7. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Ílista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Haukur. Já, forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar. Ég aðeins í vandræðum með þetta mál formsins vegna. Ég ekki einu svona alveg viss hvað verið að biðja það er aðeins misvísandi textin sem kemur þarna fram. Ég skildi það þannig að hér var í rauninni verið að fara fram á tvíhliða samning. Það er að segja annars vegar að Skipavík sem leggur fram þessa beiðni og þá vantar að hafa kaup á Kristjánsborg og svo annars vegar við að leggja til lóðina þ.v.a. og ég tek það fram að mér finnst það bara ágætis verkefni sem er verið að fara nýja og taka þetta hús niður og fara að byggja nýtt. Það er kvöð á þessu lóð, sem sagt þessu þ.v.a. lóð það að það má ekki byggja á henni fyrir búið að rífa þetta hús. Mér finnst að þarna eru að úthlutaður inn í lóð, ég líti á þannig að við sem útlutar þessar lóð, ekki samkvæmt hefðbundnum ferlum, heldur í svona á sérstakan hátt. Og ég hefði viljað sjá hér að ég hef náttúrulega ekki séð hana kaupsamning sem er alltaf verið að vísa í og ég veit ekki hvort að við erum að koma lóðinni til núverandi eiganda eða til kaupandans. Það er hægt að vísa ýmist í eiganda eða kaupanda. Mér finnst þetta mjög óljós, sko. Þannig ég hefði viljað fá það að það verði bara samningur í okkur það að byggða á þessum kaupsamningi, það ef skipið koma og fara að rífa þessa lóð, og þá settum við það inn að samningurinn væri settur upp. Hvað væri á þeim í þeim samningi og hvað sneri að okkur og þá líka hvað var það eins og frágangur lóðinni, í hvað ástandi á skilinni, á að taka plötina eða ekki og svo framvegis. Það væri bara alveg ljóst og við létum að hafa lóðina þá á þeirri forsendu og þá hafa séð kaupsamningi, ekki þá okkur kemur ekki við hvað það kostar en bara það að þeir sé að fara að kaupa lóðina sannlega og ef þeir gera það þá fá þeir hina lóðina þeir eru búið að rífa og það var ég til í að sjá. Og mér finnst líka alltaf þegar við erum að úthluta lóð sem er ekki til ferli, þá þarf að vera einhver samningur á bak við það sem bara stýrir nákvæmlega hvað felst í samningnum og hvernig það gengur tilbaka. Mér finnst textin hérna, það er eitthvað verið að krafsa í þetta og segja einhver 24 mánaða frestur og svo framvegis. Kannski er það umfram það sem við gefum venjuleg lóð en það má líka gefa frest til þess að rífa og eftir það þá fáir úthlutið lóðinni. Ég myndi vilja sjá þannig, sko. Mér finnst mjög erfitt að samþykkja þetta af því að þetta er svo óljóst. Ég veit ekki alveg hvað ég er að samþykkja. Þannig ég hefði viljað sjá þetta bara sem samning, en þá þurfti sá samningur að koma fyrir við verðum að samþykkja þann samning. Þannig ég reikna með að ég sitji hjá við afgreiðslu þessa máls og ég taka fram í lokin. Ég er mjög hlynntur þessu verkefni að menn taki til og lagi þetta. Það er ekki það. Mér finnst formið ekki verið nógu gott og textin er svona að mér finnst svolítið misvísandi. Takk. Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið er laust. Jakob, gerðu vel. Forseti. Svona rétt til þess að það valdi ekki neinum misskilningi að þá kannski gerir stuttlega grein fyrir hvað beiðnin var í þessu tilviki og hvað efnislega hugsanlega bæjarráð sem að samþykkti þetta samhljóða að gera með þessum hætti var þá hvert markmiðið var að hálfu bæjarráðs. Nú, fyrir liggur að það er kaupsamningur sem er með ákveðnum kvöðum sem að þá kaupandi þar vildi að gera skilyrðum að yrði rutt úr vegi áður en að kaupunum yrði og það var óskað til staðfestingu sveitarfélagsins vegna þess að í skilmálum við þessa lóð þ.v. í deiliskipulagi á Reitavegi
er þessi texti sem að kveður á að rífa skuli Kristjánsborg og þá verði laustir úthlutunar, tollaflóðin. Og það hefur verið að óska eftir því að þessi eigandi, samkvæmt kaupsamningi þá nú, að fái þessar lóð úthlutaða og þá var það niðurstaða bæjarráðs að þessi aðili fengi tollvaf á deiliskipulagi úthlutaða með því skilyrði að uppbygging á lóðinni hefjist innan 24 mánaða. Síðan hugsanlega kemur til viðbótar það deiliskipulagsbreyting og tafir vegna þess. Svo gerir hjá okkur, ég gerir ráð fyrir því. Að öðru kosti fellur lóðin til sveitarfélagsins nema annað verið samið. Og ég ger bara ráð fyrir það skipti ekki máli í rauninni hvort þetta sé hver aðilinn er í rauninni. Ég menn ef þessi kaup gangi í gegn og núverandi eigandi Kristjánsborgar óskar eftir sambærilegu þá gerir ég ráð fyrir að sveitarfélagi veiti sambærilega samning. Sko það er aukatriði hver á í hlut. Aðalatriði er hvort efnislega sé sammála því að gera þetta með þessum hætti efnislega eða ekki og hver þá önnur leið ætti að fara. En það er svo, þannig að mér heyrist nú á Hauki Garðarssyni bæjarfulltrúa að hann sé ekkert ósammála efnislega, ég gat ekki skilið hana, en það er eitthvað varðandi formið sem að truflar. En síðan til viðbótar hérna er þá að bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs gegn því að nýr, sem er þó tillaga sem liggur fyrir þessu fundi hérna sem að forseti fer yfir eftir, að nýr eigandi Kristjánsborgar samkvæmt kaupsamningi fallist á breytingu skipulagi Reitavegs ef ekki verður byggt innan tímarsfrest, þegar þá gagnkvæmur samningur sem er þá staðfestingin sem að Haukur Garðarsson var að tala um þarna áðan. Þannig að það sé þá viðurkennt líka þessi skilningur gagnvart á þeim aðila. Þar sem tenging lóðar þóttma fyrir Kristjánsborg verði afmáð úr skipulaginu. Þannig að þannig liggur þetta fyrir þessu fundi núna. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið laust og Haukur Garðarsson hefur beðið mál. Gerðu svo vel, Haukur. Það er rétt sem að bæjarstjóri sagði hérna, það skiptir ekki máli hver gerir þetta, það sem skiptir máli er að það ætlar einhver að koma inn og rífa Kristjánsborg og byggja nýtt. Og það er það sem við talum, við erum að gera samning um það, það er einhver að fara að koma inn að rífa þetta hús og byggja nýtt. Ég má bara koma til þessari upp en hérna, það er akkur líka þessi lína hérna síða sko og það er rétt, ég er ekki á móti þessum framkvæmd, þannig að það komið fram þá í þriðja skiptinu á mér og einu sinni frá bæjarstjóra. Er það rétt skilið það mér í þessari bókun að það er verið að breyta deiliskipulaginu hér undir þessu máli ef að þeir fara ekki í þetta og að þá verður það tekið út úr deiliskipulaginu að því að stendur hérna að það fallist bæjarstjóri staðfestir afgreiðslu bæjarins gegn því að nýr eigandi Kristjánsborgar samkvæmt kaupsamningi fallist á breytingu á skipulagi Reitnesi ef ekki verður byggt innan tímafrest. Það sem tengilóður er tekin í burtu. Þannig að við erum að tala um það að deiliskipulag það breytist ef þeir fara ekki í þetta. Og það er annað mál sko, þannig að það ætti nú ekki að afgreiða hér. Ef ég er að skilja það rétt eða misskilja þetta, ég er ekki alveg viss sko. Ef við ætlum að breyta deiliskipulagi þá tökum við það fyrir sem málbærs við ætlum að breyta þessu deiliskipulagi. Og það kemur máli ekki við hvort að þeir ná að klára innan tíma eða ekki, eða mér finnst það ekki. Heldur bara að þá tökum við það fyrir. Þannig að það er spurning hvort að þessi texti, mér finnst hann einmitt líka að vera svolítið svona ruglandi og ekki alveg passaði það sem er á undan sko, þannig að það eru að blanda saman fleiri en einu máli. Takk. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob, gerðu svo vel. Forseti, bara svo að sé ekki misskilningur í þessu, þá er eðlilega ekki verið að breyta deiliskipulagi hér. Heldur verið að óska eftir skuldbindingagildi að hálfu kaupsamningshafa inn í framtíðina, þannig að mótbárur séu ekki tækar á þessu tíma liðnum að hálfu þess aðila. Þannig að það er bara trygging sveitarfélagsins á að einhver tímapunkt í framtíðinni og skuldbindinga hans hálfu sé ekki hægt að bera fyrir sig þessa setningu í skipulaginu. Að hún verið síðan afmáð ef að sveitarfélag fer í þá breytingu að þessi setningu verið afmáð á skipulaginu, þá getur þá eigandi Kristjánsborg á þeim tíma ekki borið fyrir sig þessa setningu því að hann hefur búin að samþykkja það hér með.
og þá hugsanlega skaðabætur ef það er framtökutum og grunni skipulagslega. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða sér hljós undir lið 7. Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs gegn því að nýr eigandi Kristjánsborgar samkvæmt kaupsamningi fallist á breytingu á skipulagi Reykjavíks ef ekki verður byggt innan tímafrests þar sem tenging lóðar þ.v. við Kristjánsborg verði afmáð úr skipulaginu. Hverjir samþykkja þetta? Hverjir eru á móti? Og sitja hjá. Það var 3. Þetta er samþykkt með 4 atkvæðum hálista og bæjarfulltrúar í lista sitja hjá. Þá komum við að lið 8, lóðarumsóknir í Víkurhverfi. Lagt er til að lóðin Imbuvík 4 verði auglýst laus til úthlutunar með 50% afslætti af gatnagerðargjöldum. Bæjarráð samþykkti á 29. fundi sínum að lóðin að Imbuvík 4 verði auglýst til úthlutunar með 50% afslætti af gatnagerðargjöldum og vísaði afgreiðslu til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust undir lið 8. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í lista. Gerðu svo vel. Já, forseti. Þarna er meina lóð að ræða sem að var búið úthluta og var skilað og þeirri grundvelli að hún væri erfið og það geti verið rétt. Það sem mér finnst er að vera nýbúna og reyndar svo nýbúna að koma þessu hverfi upp að það er ekki búið að byggja neitt annað alveg, það er rétt byrjað. Og mér finnst það ekki gott fordæmi að það sé strax byrjað að gefa afslætti þó að lóðin sé kannski svolítið erfið. Og finnst að við ættum að láta líða aðeins lengri tíma áður en við förum að gefa afslætti í þessu. Það er bara mín persónulega skoðun og svona alveg á því. Og líka finnst mér vera að gefa svolítið ríflegan afslátt þarna ef þið endilega vilji gefa afslátt. Það er alveg sjálfsagt að skoða, við hefum ekkert maturinn á þessari lóð hvað þetta er mikið. Og finnst ekki sjálfsagt heldur sko að bærinn sé að borga, segjum allan kostnað sem þarna kemur fram í púðunum aukalega. Þannig að mín skoðun er svo við ættum ekki að gera þetta. Það er bara hverfið er ungt og það er sjálfsagt að láta reyna á það að einhver tími líði og sjá hvernig þetta kemur út. Og ef menn vilja svo kannski eftir einhver tíma sé ekkert að gerast að þá ætti mér að fara aðeins hóflegar í þessa afsláttarprósentu. Þannig að ég mun ekki samþykkja þennan sem prinsipmála að mér finnst þetta er dýrt að reisa svona hverfi og það að fara að gefa afslátt. Og þetta hverfi við erum ekki búin að fá tölu á þetta en það er ekki búið. Ég reikna með að þetta sé 350 milljónir pluss vextir og svo framvegis. Ef við getum selt alla lóðarnar upp í topp þá erum við að fá kannski tekjur upp á 150. Forsenda þess að það farið í hverfi var það að það átti að byggja fyrir bara okkur Bríet, það er styrkur frá okkur. Ég held að gatnagerðargjöldin það sé 40-50 milljónir, það þýðir að þetta er svona einhvers staðar 80-100 milljónir sem við erum að setja í að því við þurfum að borga jafn mikið aukalega. Eftir standa 100-110 milljónir upp í hverfi sem við getum fengið tekjur af hverfi sem kostar 300-350, þannig að við erum að fá kannski 1/3 ef allar lóðir fara og það er ekki svo víst að það gerir sko. Og það sést alveg í þessu að þetta er rosalega dýrt fyrir sveitarfélög út á landi sem að þurfa að vera með hóflegri verð á lóðum að vera að koma upp nýjum götum. Þetta er þungur baggi og mér finnst eiginlega bara sjálfsagt að þeir sem fara í að byggja þeir taki þátt í þessum kostnaðin, ekki að almenni borgari sé að borgarinn upp þar til þess að ná þessu inn sko. Og það finnst mér bara svona fyrir mér rökrétt að vera ekki að gefa afslátt á þessu. Ég ætla ekki að leggja til, ég reikna með að menn samþykki þetta. Það væri af því gefnu myndi ég leggja til að menn myndi kannski þá endurskoða með 20-25% afslætti eða eitthvað svoleiðis sko, það væri gera hóflegri, en ég tel að það sé rangt að gefa afslátt, þannig að það sé bara hreinu. Takk. Takk fyrir þetta Haukur, orðið er laust. Steinunn bæjarfulltrúi Hálista hefur beðið um orðið, gerðu svo vel Steinunn. Forseti, aðrir
fundamenn. Varðandi þennan afslátt, jú, vissulega, það er dýrt að koma upp nýju hverfi. Það kostar peninga að við þurfum að fá inn á móti. Það er líka dýrt að láta ákveðna lóðir standa ókláraðar ef að einhverjum engallar leynast í þeim. Það er rétt hjá Hauki að það var búið að útluta þessari lóð og henni var skilað inn út af því að hún þótti erfið. Í kjölfar þessa, svo ég rifja aðeins upp, að þá auglýstum við hann aftur með 30% afslátti. Við vorum ekki tilbúin að teygja okkur eins og var í upphafi beðið að við myndum veita afslátt beint til þess sem hafði lóðina. Við vildum það ekki, við vildum geta jafnræðis. Þannig við ákvaðum að auglýsa lóðina aftur. Auglýstum hana með 30% afslætti almennt, þannig að hver sem að gat sótt hana, engin sótt hana. Þess vegna höfum við teygt okkur núna upp í 50% afslátt og það sem að ég sé í þessu er það að það er kostur ef það er hægt að klára götumyndina. Þannig erum við að ræða innra hús. Þannig að ef að þessi lóð verður eftir og það er byrjað að byggja á lóðinni fyrir framann, eða við hliðina öllu heldur, að þá seinna meir þegar verður farið af staði þessa lóð, að þá verður ákveðið rask og gæti komið til bara ákveðina hluta sem að við viljum alls ekki standa fram fyrir og yrði okkur hugsanlega dýrari heldur en þetta. Þannig að af þessum völdum finnst mér eðlilegt að styðja við það að þetta sé auglýst, þó að þetta sé nýtt hverfi og koma þannig til móts við aðila ef þeir eru tilbúnir að byggja á þessari lóð. Takk fyrir þetta, Steinunn. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir lið 8. Svo er ekki. Þá legg ég þetta fram til staðfestingar. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og hverjir eru á móti? Þetta er staðfest með 4 atkvæðum hálista og bæjarfulltrúar í lista greiða atkvæði á móti. Þá komum við að lið 9, fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Hér er lögð fram drög af fundaáætlun bæjarráðs og bæjarstjórnar fyrir hluta árs 2025 og orðið er laust undir lið 9. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir fundaáætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það er liður 10, fjármála- og skrifstofustjóri, prókúra. Það er lögð hér fram umsókn breyting á prókúrahafa reikninga sveitarfélagsins. Orðið er laust undir lið 10. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn Stykkishólms samþykkir að veita Gyðu Steinsdóttur prókúru fyrir sveitarfélagið og öllum B-hlutastofnunum sveitarfélagsins sem og prókúru að öllum bankareikningum sveitarfélagsins og stofnunum þess. Jafnframt er Þór Erni Jónssoni veitt prókúru að öllum bankareikningum sveitarfélagsins þar til hann lýkur störfum. Hverjir eru samþykkir þessu? Og þetta er samþykkt samhliða. Liður 11, umsókn lóð í Víkurhverfi. Hér er lögð fram að nýju umsókn lóð og í Víkurhverfi í ljósi þess að ákvæðum sem reglur úthlutun lóða var ekki mætt að fullu, samanber grein 3.1.3 í reglum úthlutun lóða í Stykkishólmi. Orðið er laust vegna undir lið 11. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn afturkallar lóða úthlutun vegna formgalla. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 12, Þórðarblót 2025. Hér er lagður fram samningur við Þórðarblótsnefnd vegna sameiginlegra búnaðar kaupa og orðið er laust undir lið 12. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir samninginn og felur bæjarstjóra að rita undir hann. Hver eru samþykkið því? Það er samþykkt samhliða. Liður 13, samþykkt fyrir byggðasamlag rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Hér er lögð fram ný samþykkt fyrir byggðasamlagið og orðið er laust undir lið 13. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn vísar samþykktinni til síðar umræðu bæjarstjórn. Hver eru samþykkið því?
og það er samþykkt samhliða. Þá er komið að lið 14 sem eru minnispunktar bæjarstjóra. Ætlar að vera með útdrátt úr Þorláksmessunni eða? Nó. Gerðu verið eitthvað. Forseti, ég held að þið hafi ekki áhuga á því að ég væri með útdrátt af því. Á þessum fundi hér er bara að mæta því á þorrablótinu sjálfu. En ég ætla að fara hér yfir minnispunkta mína fyrir janúarmánuð 2025. Og þá fyrst þetta. Íbúum í Helgavegssveit frá Vatnsbólinu í Svelgsárhrauni til og með Gámustöðinni var í desember álagt að sjóða drykkjarvatn í varáskinni vegna vísbendinga hugsanlega kólarísmengun frá Vatnsbólinu. Veitur í samráði við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands afléttu suðutilmælum til þeirra sem fá neysluvatn í Helgavegssveit frá Vatnsbóli að dælustöð við Stykkishólm þann 21. janúar síðastliðinn. Sýni hafa verið tekin reglulega í mismunandi veðurfarsaðstæðum og hefur nú verið staðfest að hvorki kóligerla né E. coli gerla er að finna í neysluvatninu og hefur ekki verið síðan í vikunni fyrir jól. Vegna mikilla breytinga á veðri með leysingum sem geta haft áhrif á vatnsgæði var ákveðið þann 17. desember að halda suðutilmælum áfram fyrir viðkvæma notendur, en þeim hefur nú verið aflétt. Íbúar og gestir í Helgavegssveit fá því neysluvatn sem hefur verið rannsakað og vottað af Matís áfram til að fylgja sérstaklega með vatnsgæðum á svæðinu til að geta fylgstu varúðar. Nú, Almannavarnanefnd Vesturlands Almannavarnanefnd Vesturlands fundaði í síðustu viku ásamt fulltrúum lögregluembættisins á Vesturlandi með sérfræðingum frá Veðurstofu Íslands og almannavörnum vegna aukinna jarðskjálftavirkni við grjótvatn á Mýrum. Veðurstofan hefur hækkað vöktunarstig sitt í umhverfi Ljósafjalla í ljósi aukinnar virkni og vísbendinga á svæðinu kvikuinnskot á talsverðu dýpi. Í samskiptum við Veitur hefur komið fram að forða öflun vatns- og hitaveitu í Stykkishólmi sé í jaðri sprungu sveims Ljósafjallakerfisins en vegna fjalla við núverandi virknisvæði eru litlar líkur taldar á því að áhrifa muni gæta hjá okkur hér. Eins og málið standa núna eru því innviðir innan okkar sveitarfélags ekki í hættu þar sem virknin er í töluverðri fjarlægð frá okkur. Hins vegar er ekki hægt að útiloka að hugsanlega neikvæð áhrif verði á innviði í nánd við núverandi virknisvæðinu líkt og fjarskipti, raforku og samgöngur og þannig geti það haft áhrif á íbúa hér í okkar sveitarfélagi. En þetta eru auðvitað óvissu þættir sem erfitt er að úttala sig en mikilvægt að hafa í huga í tengslu við uppbyggingu innviða á öllu svæðinu. Svona til þess að mæta hugsanlegum áhrif á þáttum og áhættuþáttum, sérstaklega þegar við erum að horfa til lengri tíma, þó sérfræðingar telja ekki ástæðu til þess að hafa miklar áhyggjur af stöðunni eins og staðan er akkurat í dag, en auðvitað er það eins og alltaf, við vitum aldrei hvort það gerist á morgun eftir 10 ár. Nú, Víkingurinn 2024, keppni sterkustu manna landsins, fór fram á Vesturlandi síðastliðið sumar. Keppnin var haldin á 3 stöðum í Hvalfjarðarsveit, Grundarfirði, Ólafsvík og endaði í Stykkishólmi með verðlaunaafhendingu. Þann 2. janúar síðastliðinn var sýnt frá keppninni á Ríkissjónvarpinu en hægt er að nálgast upptöku á vefsvæði sjónvarpsins rúv.is. Keppnir sem þessar hljóta iðulega styrki frá sveitarfélögum þar sem keppnin fer fram enda prýðis kynnisefni fyrir sveitarfélaginu og hluti af menningu samfélagsins að koma saman og horfa á víkingana keppa. Nú, bóndadagur var haldinn í leikskólanum í Stykkishólmi föstudaginn 24. janúar síðastliðinn en hefði fyrir því að halda upp á bóndadaginn í leikskólanum með litlu þorrablóti þar sem börnin bjóða þeim karlmönnum sem skipa stóran sess í þeirra lífi til veislu. Og vel við hæfi að hafa hana kynnt með á myndinni.
Nú, stjórn lista- og menningarsjóðs sem er skipað Hrafnhildi Hauki og Steinunni bæjarfulltrúum, eða ekki? Nú, það erum við bæri já, en minn skundi þið mættu til fundar sem stjórn lista- og menningarsjóðs föstudaginn 3. janúar í ráðs Stykkishólms og það sem að þið tókuð ákvörðun styrki. Nú en þar voru nokkri styrkir veittir og þeir eru eftirtaldir. Það er Anna Melstedt 50.000 kr. styrk vegna miðlunar Árna Thorlacius og fjölskyldu og jafnframt hlaut hún styrk vegna sögumiðlunar miðbæ Stykkishólms. Greta Sigurðardóttir eða barnamenningarhátíðin 50.000 kr. styrk og Skógræktarfélag Stykkishólms hlaut 150.000 kr. styrk fyrir skilti. Það verður spennandi að fylgjast með þessum verkefnum. Nú, fleiri úthlutanir voru núna í þessum mánuði en það var þá uppbyggingarsjóður Vesturlands og úthlutunarhátíðin fór fram 24. janúar síðastliðinn í Grundarfirði og úthlutað var tæpum 48, rúmlega 48 milljónum og hlutuðu 68 verkefni styrk. Þetta var fyrri úthlutun ársins og endurspeglar áframhaldandi stuðning sjóðsins við nýsköpun, atvinnuþróun og menningu á Vesturlandi. En alls bárust 111 umsóknir styrki. Verkefnin sem hlutu styrk falla þá undir 3 flokka, menningarstyrki, stofn- og rekstrarstyrki, menningarmála og styrki til atvinnu- og nýsköpunarverkefna. En nokkri styrkir voru veittir til hólmara eða helgvellinga eða verkefna tengdum Stykkishólmi og svona meðal annars þessi hér sem að þið sjáðu á slæðunni, það er þá Mari líftækni 1 milljón fyrir verkefnin Kraftur úr djúpi hafsins, Óskastundir fyrir verkefnið Óskaganga og framhald. Glabræði hlaut 2,5 milljón fyrir þá sátuna sem að stefnt að halda í júní á þessu ári í Stykkishólmi. Júlíana félagasamtök hlutu 750.000 kr. fyrir júlíuhátíðina árið 2025. Eyrbyggjufélagið hlaut 500.000 kr. styrk fyrir Eyrbyggjusögu Refil. Hjördís Pálsdóttir hlaut 300.000 kr. styrk fyrir Heima í Hólmi verkefnið á þessu ári og Hera Guðlustóttir hlaut 300.000 kr. styrk fyrir verkefnið Andvarinn í Himinsfari. Nú að mannauðsmálum en mannaráðningum og þá hefur Þuríður Ragnar Stefánsdóttir tekið starfa í ráðhúsinu sem skipulags- og umhverfisfulltrúi en eins og þið þekkið þá var ráðið í stöðuna á síðasta fundi bæjarstjórnar í desember og jafnframt hefur Gyða Steinsdóttir tekið til starfa eins og þið sjáið en nú var ráðin í stöðu fjármála- og skrifstofustjóra á 28. fundi bæjarstjórnar í september síðan. Nú að málanna Þorrablótið verður haldið í íþróttamiðstöðinni í Stykkishólmi og ekki á morgun heldur hinn. Og formenn Þorrablótsnefndar í ár eru Sigurbjartur Lofsson og Kristbjörg Hermannsdóttir en með þeim er náttúrulega úrvalsfólk sem býður þessi ofvæn að komast á svið og skemmta hólmurum, helgfellingum og öðrum gestum. Heldur betur. Þorrablótið var fyrst haldið í íþróttamiðstöðinni árið 2020 en hafði áður verið haldið á Hótel Stykkishólmi. En með því að færa þennan árlega viðburð í íþróttamiðstöðina gefst pláss fyrir töluvert fleiri gesti en undanfarin ár. Hafa æ fleiri brottfötur hólmara sótt Þorrablótin og fer þessi hátíð því ört vaxandi. Og ámyndir á það að lokum að vegna Þorrablótnar í Stykkishólmi verður íþróttamiðstöð og sundlaug loka fyrr en vant er. Þessa daga sem hér koma fram, 5. 30. janúar kl. 18, sem í dag, eftir 20 mínútur. Á morgun klukkan 18.00 og síðan laugardaginn klukkan 14.00. Síðan mæta Þorrablótsgestir stundislega klukkan 5 á laugardaginn sem heldur flestir hérna inni séu nú bara að fara að mæta og ég segi bara góða skemmtun. Það er aðeins fyrir. Já, takk fyrir þessa minnispunkta, herra bæjarstjóri. Við heyrum það á röddina og hann er búinn að æfa
mikið, stíft og örugglega í öllum atriðum ef við þekkjum að rétt. Og ég hef heyrt að það sé uppselt á Þorrablóti. Það hérna, svo sem við komið að því að slíta þessum fundi, við fjallum eitt mál eftir í slítfundi, að slít útsendingu fyrir geði. Langar svona áður en ég geri það að bjóða Gyðu velkomna til starfa, hafi ekki verið búin að því. Hlakka til að vinna með þér. En hann Þór Örn Jónsson sem er núna að hætta starfum hjá sveitarfélaginu, búin að vera hann síðan 2004 og hérna við vitum öll hérna inni hvað það er gott að hafa hann Þór hérna og hérna ég man það þegar ég byrjaði að skokka hérna í Ráðhúsið og ég fundi 2010 að þá var alltaf að spyrja ráða og alltaf var hann jafn þolinmóður alveg sama hversu vitlaus ég var að spyrja fáránlegar spurningar og það hefur ekkert breyst. En ég náttúrulega óska þér alls góðs þegar þú hættir hérna. Ég er ekki með blóm en ég vil að koma hérna og ég ætla að fá að knúsa þig hérna í beinni. Í fyrsta skipti kemur þetta að vera í beinu og þið klappið fyrir honum. Og megirinn njóta þess að vera lausu tuðið okkur hérna hér eftir. En að þessu loknum, ég segi, óska ykkur öllum góðra skemmtun á Þorrablóti og hérna skemmti ykkur hóflega og þá ætla ég að slíta þessu útsendingu. Takk fyrir áhorfið.